Virðulegi forseti. Þar sem þetta nú fyrsti dagurinn okkar á þessu vorþingi, þá finnst mér við hæfi að segja líka og kæru landsmenn og við öll gleðilegt nýtt ár. Mig langar að líta pínlítið öxl. Mig langar að horfa til þess þegar við vorum að ganga inn í jólafríið okkar núna í vetur. Sjá hvernig staðan var þá þegar við vorum búin að leggja fram og fjárlögin voru komin í gegn. Sjá hvernig kjarabætur og kaupmáttur skilaði sér til þeirra sem verst eru settir. Kjarabætur voru til aldraðra og öryrkja, a.m.k. öryrkjana krónu 0. Það eina sem þeir fengu voru 3,6% leiðrétting sem lögum samkvæmt skilyrtt að sé framkvæmd hver áramót. Vísa hér í lög almannatryggingar númer 100/2007. Það segir í 60. grein og ég kveð hana aldrei nógu oft. Ég að vona það að dropinn holi steininn og allt í einu verði bara einhver hugljómun hér í þingsal og allir átti sig allt í einu á því að það sem ég að segja hér stóri sannleikur. Í 69. grein með leyfi forseta segir svo að bætur almannatrygginga breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Þess vegna var það sem að 3,6% leiðréttingin kom til núna áramótin, sem sennilega skilar sér þá í umslagi 1. febrúar, þar sem þetta greitt mánuð á eftir. Það segir líka að ákvörðunin skuli vera tekið mið af launaþróun. Ætli það sé svo að þessi 3,6% séu mið af launaþróun, séu einhverjum takti við launaþróun í landinu? Nei, það það ekki. En svo kemur hér þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Og það nákvæmlega það sem hefur verið gert. Ár eftir ár. Það skiptir engu máli, virðulegi forseti, skiptir engu máli hver launaþróun hefur verið í landinu, hvort að meðallaunaþróun 7%, 9% eða hvað annað það er. Hér hefur leiðrétting launa eingöngu fylgt vísitölu og engu öðru. Þess vegna það dapurt í rauninni. En það ekki öll nótt úti. Það verða nýr fjárlög næsta haust, eða ekki? Ekki á þessu löggjafarþingi því miður. En það ennþá von. Það voru ýmsir hlutir líka sem má þakka, voru þakkaverðir. Hæstv. Heilbrigðisráðherra afnam til dæmis komugjöld og ég á nú ekki að vera að standa hér og mæra svokallaða pólitíska andstæðinga, en við í Flokki fólksins virðum það sem vel er gert, okkur nákvæmlega sama hvað það kemur. Mér fannst þetta frábært og það nýtist sérstaklega þeim efnaminni og sérstaklega þeim sem þurfa oft að leita á heilsugæslustöðvar. En nú skulum við frekar, ég ætla ekki að hæla þið meira en þetta, virðulegi forseti. Þetta er eiginlega kannski gott. En hins vegar langar mig að líta pínlítið fram á veginn og sjá hver staðan í dag. Þetta verður gríðarlega umfangsmikið vorþing, myndi ég segja. Það eru ótrúlega mörg og stór verkefni sem bíða vorþingsins okkar og við skulum bara tala til dæmis stöðuna á vinnumarkaði. Við skulum tala það hvernig í rauninni það farið að hrikta hér í. Það bara hreinlega farið að hrikta hér í öllum stoðum og fólkið okkar kallar á réttlæti. Það kallar á það að vera ekki skattlagt þegar því haldið í fátækt. Mér langar að tala hérna það sem kom mér svo verulega á óvart og reyndar gerðist það nú 3. desember síðastliðinn, þó maður ætti kannski ekki að vera þannig ennþá, en þá var það velferðarráðuneytið. Það lækkaði neysluviðmiðin milli ára.
á milli áranna 2017 og 2018, þá lækkaði velferðarráðuneytið neysluviðmiðin. Mér finnst þetta algjörlega óskiljanlegt, virðulegi forseti, algjörlega nýtt og uppfært neysluviðmið sem unnið var að Rannsóknastofnun Háskóla Íslands, var kynnt á fundi í Stjórnarráðinu þann 3. desember síðastliðinn. Það er óhætt að segja að fleirum en mér hafi blöskrað þar sem þar var sett fram. Þar að í alvöru, virðulegi forseti, það var verið að lækka þetta viðmið hvorki meira né minna heldur en 14,7%. Eða 30.657 krónur úr krónum 223.046 niður í krónur 192.348. Hérna er húsnæðisliðurinn ekki inni. Hér í rauninni á enginn þak yfir höfuð og þarf enginn neins staðar að eiga heima. En ég segi, er það eðlilegt? Getum við virðulegi forseti ímyndað okkur það að hér hafi bara allt lækkað og það sé þess vegna ástæða til þess að lækka framfærsluviðmiðið og lágmarksframfærslan sé bara, já, það sé ástæða til lækkana. Það eru ýmis meðul sem eru notuð til þess að koma sér í þessa útreikninga, en staðreyndin talar sínu máli. Það sem við þurfum venjulega í neysluna, neytendur, fæði, klæði og húsnæði og mat á diskinn, það var sannarlega ekki það sem var að lækka á milli áranna 2017 og 2018. En það er ekki eins og við höfum ekki meðul, það er ekki eins og við getum ekki komið með raunhæfar lausnir án þess að þurfa að vera alltaf að taka upp sverðið og skilmast. Við erum 63 kjörnir fulltrúar og ég trúi því alveg í hjartanu að við getum haft þá framtíðarsýn og þau markmið sameiginleg að taka saman höndum hvar í flokki sem við stöndum, eins og við gerðum einmitt fyrir jólin, þegar við settum lög hér sameiginlega um það að afnema allar skerðingar á til dæmis styrki, bensínstyrki og styrki til tækjakaupa og ákveðna styrki sem áður höfðu verið bæði skattaðir og skertu síðan bætur til þeirra sem voru að þiggja bætur frá almannatryggingum. Við gerðum þetta saman og bara hver einasti þingmaður, okkur fannst það réttlátt, sanngjarnt og mér fannst það frábært. Auðvitað fólk að spyrja á hvað gerðist. Gerðist ekki neitt? Jú, það kemur núna til framkvæmda 1. febrúar eins og með annað sem lítur á almannatryggingakerfinu. Ef lögin taka gildi 1. janúar þá koma þau í rauninni ekki, það verður ekki sýnileg fyrir þá sem að njóta fyrir 1. febrúar. En mig langar að segja ykkur frá þessari frábæru lausn til þess að bæta lífskjör almennings og í raun og veru leið slökkva þá rosa elda sem virðast vera að kvikna allt í kringum okkur hérna á launamarkaðnum. Ég held að við getum öll verið sammála um það, virðulegi forseti, að fyrsta skrefið er að hætta að skatta og skerða fátækt. Það er fyrsta skrefið. Annað skrefið er það að horfa á það sem Flokkur fólksins hefur verið að leggja hér fram í vetur, því hvert einasta frumvarp sem við höfum lagt fram lítur að því að bæta kjör þeirra sem höllustum fæti standa. Og hér stend ég nú, formaður Flokks fólksins, og segi: gjörið svo vel. Frumvarpið okkar 300.000 kr. lágmarksframfærslu skatta- og skerðingarlaust, gjörið svo vel. Frumvarpið sem við erum búin að vinna í sambandi við verðtryggingu og til dæmis þó að væri ekki nema að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölu sem hefur kostað heimili og fyrirtæki í landinu síðustu 5 árin 118 milljarða króna. Þið megið bara eiga þetta. Við þurfum ekki að gera neitt með þetta, ekki nema að vita það í hjartanu að við komum því í framkvæmd, ekki nema að vita það að við unnum greinargerðir og við erum tilbúin að deila þeim með ykkur. Bara takið utan um þetta, gerum þetta, hættum þessu. Hvað eigum að bíða? Eigum að bíða eftir að verði hér allt logandi í verkföllum, 7 vikur eða 8 vikur eða 10 vikur eða hvað eina sem það er? Hvers vegna getum við ekki verið bara með forvarnir og bara keyrt á þetta og gert þetta bara hér og nú og bara strax? Mig langar að eiga frábært þing þar sem við getum í rauninni tekið þessi mál fyrir, öll þessi stóru mikilvægu mál sem við þurfum að leysa af hendi. Þá held ég að þetta mál, kjaramálin og kjarabarátta láglaunafólksins, hún sé það sem að stendur langsterkast upp úr akkúrat núna. Burtséð frá því að samgönguáætlun og allt annað mikilvægt. Þá verðum við að byrja þarna. Það er mín skoðun og mín trú. Og ég virðulegi forseti, ég segi bara ekkert annað en það að ég er full af trú á þessu Alþingi
Og ég vil meina það að við eigum að geta staðið saman hér, tekið saman höndum hvar í flokki sem við stöndum og gert þetta ærlega og almennilega. Og ef við í Flokki fólksins getum hjálpað til, þá erum við tilbúin að gera hvað sem er fyrir fátæka fólkið okkar.